var á Facebook daginn eins og maður gerir stundum og þá sá ég færslu frá Bjarna Óskarsinni veitingamanni að hann hefði stofnað, hann og Tommi Tommaborgunum hefði stofnað svo marga veitingastæði saman. Ég hafði samband við þig. Ekki saman? Nei, í sikurlagi. Já. Ég hafði samband við þig og ég var að hugsa, viltu ég koma og segja mig frá þessu veitingastöðum að því að það væri kannski svona leið til þess að segja kannski sögu Reykjavíkur. Já. Að maður færi í gegnum veitingastæðina. Akkurat. Já. En þú ert hættur með veitingastæði hérna í bænum og útfluttur norður í land? Nei, ég á ennþá Nings. Já. En býrðu norður í landi? Ég bý norður í landi hluta ársins, frá vori, fram á haust. En strákarnir mínir reka Ningsin í Reykjavík og Kópavogi. Herðu, en við skulum fara í hinn endan. Já. Þú kemur út úr, lærir eitthvað þjón eða kokk eða? Ég lærði þjón. Og hvar lærður þau? Ég lærði þá til Loftluðum í Blómasalum. Já. Og byrjaði að læra 1977. Og ég... Það ekki svo langt síðan. Nei, það ekki svo langt síðan. Og þetta var náttúrulega eins og stundu, það svona það klíkuskap til að komast að. Þannig að pabbi þekkti Hilmar B. Jónsson og mér langaði nefnilega að fara að læra kokkin. Og Hilmar sagði, það ekkert laust í kokkinum, en ef hann kemur núna með vantar hérna einhvern í þjónin, ef hann kemur og byrjar í þjónum, þá getur hann farið fljótlega í kokkin. Þannig ég byrjaði í þjónum og svo ílengdi sér bara í þjónum. En Hilmar var eins konar stjörnukokkur? Já. Alltaf eins og því svona háa húu, eða ekki? Er ekki rétt munað hefur? Hann var inspektor á Loftluðum þegar ég byrjaði, sko. Já, mjög merkilegur maður, skemmtilegur. Gætirðu sagt mér svona hver væri hans svona matar hylla? Hilmars? Já, hvað hann tilhör ekki, hann er of gamall til að Já, hann var náttúrulega bara í þessu hefðbundna sem að var þá, þú veist, eins og, sko, eflaust hann tekið þátt í að móta matselina á Loftluðum og svo leiði, sko. Hann kom þarna með logandi lamb, ég man að hann var svona höfundur af því og hann kom með víkingaskipið þarna, sem var hlaðborð undir, já, í ádeginu og hann bjó til lavakaffið. Það voru svona bollar frá glid, þetta ekki glid. Og það var sett í það, þeir voru hitaður og svo sett í það grannmann hér og kveikt í og svo heldi maður sko svona langri bunu af kaffi þangað til að það svona kraumað upp úr og svo var það toppað með rjóma. Svona útgáfa af æriskoffi nema með settu líkjör. Já, með grannmann hér og já, var bara mjög vinsælt og það voru flamberingar þarna, skilur. Ég var eiginlega bara á flambirvagnum sem ég þótt svo gaman að elda. Að ég var alltaf kallar að það var pípastegg eða crème suzette, að það var allt. Klárar þjónninn að elda það við borð. Já, það var eldað við borðið. En til hvað sé það verið að flambera? Það er náttúrulega... Það er svona bara, já, það er svona smá sjó, sé aðalega það. Þetta er bara svo tempaníaki, það er sjó, sko. Það kemur gott bragð í sósuna. Já, það gerir það. Ég stundu þegar ég býð til svona franskt, svona 7 tíma lamb, að þá set ég smá, ég á alltaf, ég drekk ekki, en ég á alltaf smá konjak til þess að gera þetta. Akkurat. Því mér finnst að það er ekki mikið, en það er eiginlega, ég gerir sósuna, sko, heldur bara rauðvín eða ekki. Já. Þannig eitthvað gerir þetta með bragð. Já, það gerir það. Spurning. Já, svo ég var reyndar áður en svo var ég verslunarstjóri í Slátufélaginu þarna á tímabili þegar ég var svona við það útskrifast í þjónum. Það er ennþá að læra þjónin en orðið verslunarstjóri. Já, það var þannig að afi minn var verslunarstjóri á Assís á Skólavörðustíg og ég tók við af honum og var yngstir verslunarstjóri þá var Jóhannes í Bónus og Guðjón í Glæsibæ og Jón í Mandadeildinni og þetta var þegar Slátufélagið var allan bæ, svona eins og Hagkaup eða... Og þetta er svolítið öðruvísi búðir heldur en við þekkjum í dag, það var kjötborð. Já, það var kjötborð og þarna í þessari búð, hún var svona sérstök líka þvíliti, þarna var afgreitt við borðið. Það var bara, maður hljóp niður og beðið sér eftir kaffibakka og svo var eitthvað grænmeti upp á borði og svo var heitur matur í hádeginu alltaf daga, sko.
sem er mjög sniðut þegar þú ert að reka kjötbúð. Algjörlega, bara ég myndi segja Þá þarf nauðsynlegt. aldrei að henda neinu. Nei, aldrei hendan einu og alltaf með ferst í kjötborðinu. Já. Snýri þessu bara. Og enda, sko, ég þrefaldaði veltun okkur einast árið sem ég var þarna. Já. Og þetta var eina búðin sem var með jákvæða í rýrnu, sko. Það var engin rýrnu. Já. En hvað var hægt að fá hjá þér í hátvínu? Í hátíðinu, það var Ég alltaf... bý núna síðan í hverfinu, ég er bara Já. að það mér. Já, það var alltaf kjötbólur, svona fastbólur. Það voru kótilettur og lærisneðar. Í Og raspi. það var saltkjöt og það var sóðislátur og það voru svið og það var það var alltaf byggsímatur. Já, Sem þetta er var helsta. önnur nýting, þar sem að Já, þú það var notar allt- kjötborðið Akkúrat. til þess að búa til heita mat Já, já. og svo afgangundur af því Akkúrat. enda sem Og byggsímatur. svo byggsímaturinn var nefnilega góður til þetta að svo suðum við alltaf slög, lambaslög, sem var þá blanda sama við afgangana frá deginum áður, selkjutunni og bollónum og þessu, þetta fór allt í byggsímatinn. Og svo var einhver hvítgalsauð sem var hann að linast upp á borðið, það var hann tekið með og einhverju gulrætur og eitthvað. En Svo þetta er fánar fallegt sko, kartöflur. það er ekki verið að svindla kúnunum, þetta Alls er bara ekki. góð Nei, nýting. nei. Og þetta var rauninni gert þannig að þetta var nú freka frumstætt vegna þess að þetta bara í svona döllum og svo var þetta afgreitt bara í svona jólaköku álformum Já. og það var bara sett í formið, bollurnar og þetta og svo það var viktað, þú borgaðir ákveðið verð fyrir það og síðan fjastu kartöflur og sósu bara aukivitis. Þannig að þetta, og það var bara rauð út og gutt alltaf sko. Já. Bara mjög skemmtilegu tími og Byggsímatur, ég hef aldrei verið sérlega hrifinn á hann. Hvaða sósur er þetta sem eru settar í hann sem gera svona, það þarf að vera með svona ákveðnu bragði, er Já, þetta ég- Worcester og eitthvað svoleiðis eða HB Nei, sósa? sko, þarna í slátufélaginu og mér fannst það bara mjög góður að það var bara feitt lambakjöt og það er eiginlega lykilatriði, það má ekki vera of magurt kjöt. Nei. Þannig að já, ég myndi segja það að það er bara vel að Segðu þeim sem ekki vita okkur þarf það að vera feitt. það þarf að vera feitt þannig að það sé svona séðilega sósend. Maður gerir, ég ger ekki sósu á byggsímat, það er bara svona, það er bara þetta sem að Þetta er líkar því sem að svíjarnir kalla pitt í panna. Já, þetta er svolítið svolítið, sko. Já. Heldur byggsímatur sem að ég veit ekki er eitthvað svona eitthvað starf á milli Danmerkur og Englands Já. einhvern veginn finnst manni. Já, það getur verið. Það er oft sem er það var svona- lykilatriði, bara vel að kartöflum, vel að lauk og feitu kjöti og svo gastu verið að nota pulsur, saltkjötið, kjötbólurnar, kannski hvítkál og eitthvað svona, þú veist. Það var svona, og svo var þetta bara salt og pipar, sko. Lærður af þessu sem þú nýttir í veitingaræksturinn? Já, ég byrjaði reyndar að leysa af, ég var 12 ára gamall þegar ég byrjaði að leysa af í slátufélaginu í Heitavatnum, af því að það matráskona sem var, hún þurfti að fá sumafrí, en að ég var hérna með afa og ég eldaði sem sagt í 1 mánuð, sko. Ég lærði mikið af þessu og bara allt þetta, allan þennan grunn, þú veist, úrbeiningar og bara stansetta kjötborðið og snúa þessu áfram. Já, það er mjög gaman. Ég vann í kjötbúð Suðurvers. Já, það hefur verið svona svipað. Svona þetta leiti, ég held að Akkúrat. það hefur verið svona 79 eitthvað. Já, það er okkur þarna. Það er mjög gaman að hafa lært að búa allt saman til. Já, við erum að, og eins og núna fyrir norðan, við erum að framleiða alls, ég er að búa til kjötfass og ég er að gera bjúgu og bara, þú veist, við erum að reykja mikið osta og alls konar svona, bara, já, úrbeina og gera. Og það er að vera að fýta í bjúgunum. Það er nöðsilegt, já. En það er út af, já það má ekki vera minna en svona 30% fýta það ekki til þess að... Já, ég nota bara sko, ég geri kindabjúgu og ég nota bara feitt, bara kindahakk, slög og allt mögulegt sko. Sumir segja bragðið sér í fýtunni. Já, það er nú sérstaklega í nautafýtunni sko. Já. Það er svona vinsælla bragði af henni sko. Og svo Jónas sjálfur ég segði sko, bragðið væri í fýtunni. Já. Þú ferðir ekki lund þegar þú ferðir naut? Jú, þetta fer maður þessi stundu lund, en ég skulum bara segja það, ég tek eiginlega hestin fram með nauti sko. Já. Bara gott hrossakjöt. Og ertu hestamaður? Nei, ég er ekki hestamaður, en ég borða hesta.
og vinn þá, salta þá og Það er reiki. algengt að með að fyrir sem eru hestamenn að vilja ekki borða hesta. Já, ég Það hittir ekki þetta segja einn í ekki gær að- sem að er hestamaður og mjög hrifinn af. Já, ég held að það sé alvöru hestamenn að þeir éta það líka, sko. Já. En þetta er þetta alveg príðið, þetta er þetta hollasta kjöt sem hún fær því að fitan hún harnar ekki æðunum að þau, sko. En mjög skrítin fitan, hún er svona gul Já, hún er og hún er líka tvíþætt, öðruvísi sko. svona viðkomu. Já, hún er alveg... Mér finnst svona að ég forðast þessa gulu Já, hún er hrossafitu. yfirleitt skorinni burtu þessi gula, sko, en hann er líka með, sko, hestur getur líka verið bara svona hvít fitu sprengdur, sko, bara eins og kópibíf, sko. Já. Alveg eðal, en það flutti við út alla afturparta, það voru 3 lönd í heiminu sem keyptu afturparta hrossum, íslensku hrossum. Já. Það voru hérna Ítalir, hérna Frakkar og Japanir. Frakkanir borða hrossaðir á matseli. Ég hef heyrt að þessi Ekki- búðir... það er ekki mjög algengt. Nei, en stundum- þessi stundum. til búðir á Ítalíu sem selja engungur hrossakjöt. Já, já. Ég selja það ekki dýri, ég keypti það. Herðu, en maður sem er að klára að nema hérna þjónin og er orðin verslunarstjóri, þetta er ekki alveg venjulegt. Nei, Hvað er þetta, akkur ertu svona? akkur er ég, hvernig? Bara, þetta er svo ákveðin framkvæmda Já, semi. ég hef bara alltaf verið mjög aktífur bara maður og hérna og og það er betra að vera ofverkur heldur en vannvirkur, segi ég. En Það er samt eitthvað við það, hérna, herðu, hún er að fara í sumarleyfi, konan sem er alltaf elda matinn og herðu þau ekki bara hringi í Bjarna? Nei, ég var náttúrulega, Bjarna er bara 12 ára. Já. Nei, hann reddar þessu. Já. Það var náttúrulega bara afi, sko, ég var þarna eins og grár köttur í kringum afa minni mörg, bara frá unga aldri, sko. Þannig ég kunni þetta allir, ég haf búin að vera með þeim í þessu, sko. En það var bara gaman og reddaðist fínt og svo var ég náttúrulega með aðstoð frá afa og stelpunum í búðinni, sko. Þó ég hafi verið fengið svona, ég fekk að vera þarna svona. En hvað er þetta gamall þannig þegar þú ert verslunarstjóri í SS og skólaverstjóri? Þá er ég, 80, ég er svona 21, 2. Ef ég var að spyrja þau veitingósum sem hún stofnað, sum eru hérna sögufræg, myndur þú telja þetta með, þannig að SS á skólaverðstík? Myndur þú flokka það eins og Sem veitingastað? veitingahús? Kannski ekki, ég nefnilega fekk svolítið skemmtilegt verkefni. Ég fekk verkefni að breyta þessari búð sem var einn síðasta svona yfir borðið afgreiðslubúðin í sem sagt verslun þar sem var sjálfsafgreiðsla. Og Þá það væri lítið gólpláss. Já, þá var lítið gólpláss en þá náðu að breytinni í mjög skemmtilega svona búð og hérna og hún var alltaf mjög stígandi og ég fekk að vera með þarna svona öðruvísi vörur. Ég bjó henni svona til hérna svona dreifibreif og gekkum öll Þingholtin og var að kenna fólki að borða smokkfisk með uppskriftum og svona. Að móði mín, hún var búin að vera farastjóri, búin að vinna nýr á Kanaríum og víða Spán alveg í 50 ár, sko. Getur við alveg frábærlega góður matur. Já. Þannig að ég svona... En ég held að þér hafi ekki tekist þetta, vegna þess að ég ferði út í marga fiskbúðir hérna. Já. Það er aldrei smokkfiskur í borðinu. Já, ég var með ýmislegt öðruvísi. Ég var með dúfur, ég var með smokkfisk, ég var með... Fluttur inn dúurnar eða? Nei, það var maður hérna upp í Kópavogi sem að, var danskur, sem ræktaði dúfur. Til átu? Til átu, já. Er það sérstakar dúfur? Já, það er nú sérstakar. Ég hef meira sér prófað að vera með aladúr, svona ádúr. Bara svona venjulega dúfur eins og við sjáum? Nei, bara matúr, hvítar. Já. Ég fekk hjá Úlla Finnbjörns, hann ræktaði dúfur, kokkur. Já. Og við skiptumst og ég fór með endur til hans og ég fekk dúfur í honum, sko. Þetta var eins og þegar maður verið í dúfnabransanum í gamla daga, sko. Dúfur eru á matselunum í Fraklandi, til dæmis. Já. Og víðar. Já, við vorum með alls konar svona. Við borðum eiginlega allt og lítið. Ég held að séu sumir borða sko spörfugla og annars slíkt sem ég held að við hljótum að hafa borðað þresti og lóur hérna á 19. öldinni. Eflaust, sko. Svo bara læðist þetta af, þeir sungu svo fallega og voru svona vorbóðin. Við framleitum líka bara allt og mikið af lambakjöti. Já, það getur vel verið. Það strókaði bara allt út. Já. Það var eitt sem var mjög skemmtilegt, eins og ég segi, ég var að gera svona öðruvísi þarna. Ég fór svolítið svona inn á svið kjötversluna Tómasar, það var náttúrulega nágranni minna þarna, með alls konar svona öðruvísi. En ég
ég auglýsti skal ég segja þér í Vísi, óskar eftir að kaupa villibráð og svona eitthvað hitt og þetta. Og ég hef kringingu úr Flatey á Breiðafirði. Hvort ég vildi kaupa sem sagt selshrefa. Og ég jankaði því bara og tók bara það sem var og það kom mér eiginlega hálfbráð þegar það kom því að þetta voru nokkrar tunnur sko. Og það var búið að svíða þá. Og ég hugsaði þetta vegna þess að ég vissi það að í naustinu voru selsrefar sko í Þorrabakkanum sko. Og svo eina leiðin til þess að þrífa þetta, það er að nota vítisóta. Og þú voru bara með sjóðandi vatn og vítisóta, fitan er svo ofsalega sterk í þessu. Og það var hann ungu maður sem var að vinna hjá mér sem fékk aðalega það verkefni að þrífa þetta og svo suðum við þetta og settum í tunnu og súrsuðum. Og svo auglýsti ég á RÚV, bara súrsaði selsrefar. Og það var röð bara eiginlega niður á Laugaveg, sko. Allir breiðfirðingar? Allir sandararnir. Allir strandamenninni fyrir ekki? Já, nei, frá Hellisandi og þar og Rifi og þar. Þau þekktu þetta og þetta selst upp á einum degi, sko. Þú ekki verið með selsvíð sem er kallað góna? Nei, ég var ekki með það. Ég náði því ekki. Þetta þykir svolítið skelfilegt að borða þetta því að selsrefar eru Þetta er eins og sko holdsveikar barnahendur sko. Já, þetta er ekki mjög fallegt. En var þetta sviðið, soðið og súsað? Já. Hvílík meðferð og... Já, þetta er herramannsmatur. Þannig að þú nefndir hann Kjötbúð Tómasar sem var í kjallaranum á horni Skólavörðu Stígs og Laugavegs frekar en Bankastrætis. Þessar búðir eins og SS-búðurnar sem voru með svolítið svona ágætis kjötborð. Akkurat. Í samanburði við í dag. Nú þetta komið kannski svona út á Granda kjötkompani. Já, kjötkompani alltaf gera alveg ofsalega fallega hluti sko. Alveg bara í Þannig að myndur segja að það væri svona stökk frá því sem það var eða bara svona eðlileg þróun kannski? Ég myndi segja að þeir eru sko, í dag er þetta orðið miklu meira svona einhverju marineruðu og svona eitthvað sko, meðan að við vorum með þetta bara svona meira bara svona eiginlega tilbúið til þess að gera eitthvað við það sko. Þannig að já, þeir eru komnir skrefinu lengra og þetta er svona Matargerðin færist meira inn í búðurnar? Já. Segja það, já. Og það sem þú varst að selja hann í hátinu er náttúrulega orðið 1944 eftir. Já, það er bara svolítið, sko. Já. Það er bara þessi hefðbundni klassíski heimilismatur, sko. Er það heimilismatur? Stundum finnst mér þetta sé svona frekar mötundismatur. Stundum finnst mér þetta sé frekar mötundismatur. Já. En þetta var nú svona, sko, ég fætti 1958, sko, þetta var nú svona það sem var ofta á borðum heima. Ég var sendur út í búð að kaupa kjötvass, við vorum 4 í heimili, átti að kaupa 750 gram. Það passaði, það þurfti ekki meira. Þannig að... Saltkjötsakk eða átt að sjóða það? Já, akkurat. Nýtt eða átt að stekja það? Já, það var bara svolítið, sko. Þannig að, þetta var svona heimilismatur þess tíma, sko, hakkabuff, kótilettur, þú veist, í raspi, lærisneðri raspi. Þannig að, já, þetta var... Það er ekki margir sem að setja lærisneðri í raspi í dag, held ég. Nei, kannski ekki, en örugglega einhverjir. Það er margir með svona nostalgíu fyrir þessu gamla. Það er bara... En maður sér stundum kótilettur í raspi. Já, það er heilu kótilettur kvöldin haldinn. Já. Og svo er það svona matur að ef að þú býrði þetta til heima hefur, þá ræður ekki við að taka mynda þess og setja á Facebook. Það kemur fyrir. Það er eitthvað svona nostalgía. Já. Það er líklega að þessi matur enda á Facebook. Það er mjög vinsæl síða þarna á Facebook, einhver gamaldagsmatur og eitthvað svona, sko. Já, ég er í því. Já, það eru fleiri þúsund manns, held ég. Já. En þetta er bara, maturinn náttúrulega bara svo óendanlegur og skemmtilegur, skilur ég. Er það en veitingahús? Hvað myndur segja að vera fyrsta veitingahúsi sem að þú hefði búið til? Fyrsta veitingahúsi sem ég bjóð til var American Style í Skipholti. Við opnaði það með Einari Áskisinni vinni mínum. Við opnaðum 15. júní 1985. Öllum opnaði klukkan 11 og það var auglýstum, við vorum heilsíð í Morgunblaðinu og þá
og það var ekki búið að tengja sko pönnurnar eða peningakassana þannig að það var röð eiginlega á Selfoss og við náðum að opna heldur klukkan 3. Það eru mistök sem ég mun aldrei að gera aftur að ég hef ekki auglýst áður fyrir ég er búin að keyra hann í viku helst. Eins og reyndar algengast Já, ég held að það er mjög skynsalegt. Að keyra. Já, aðeins að keyra konsertið, sko. En af hverju var fólk svona spennt fyrir Amerikan Stæl? Við vorum bara með, það var afsláttur frá fyrsta degi og svo var þetta bara rosalega fjölbreytt. Við vorum með Subs í fyrsta skipti á Íslandi, við vorum með Taco í fyrsta skipti á Íslandi, við vorum með Kebab, við vorum með svona wannabe Kentucky Fried, en það voru allt í lagi, það voru bara fínt og við vorum með hamborgara og pítur. Þannig að þetta var mjög fjölbreytt og svo vorum við með ísbar sem var svona mjög stórir og miklir ísar, svona öðruvísi. Eins og Amerikanir það var svona. Já, bara þetta voru svona risa, við vorum með kúlís en ég keypti sko blómavassa og svona fyrir glöð sko. Það væri nógu stórt. Einn hét Jón Páll og hann var svona, það voru 5 kúlur, hann var svona bara frekar hár blómavassi sko. Þú myndir ekki ráðleggja neinum að borða þetta í dag. Jú, þetta var rosalega fínt og vinsælt með það. Já. Er það kannski aðeins svo mikið? Þú ert ekki að venja þig á þetta? Nei, ekki í óhófi. En Amerikanir vill svolítið hafa þetta svona oversized. Jú. Stundu fyrir með steikur sem að lafa út af disnum þegar það er smart. Akkurat. Já, það er allt svo stórt í Ameríku. Já. En hérna... En þú, Amerikan Style, ég held að ég hef farið á Amerikan Style hérna... Í skíbóldinu? Já, þetta var ekki matseðlið þar. Hann var miklu minni. Það er búið að breyta honum, sko. Já. Það voru bara hamburgarar. Sko, ég sel American Style þannig 87. Áttir en 2 ár. Já, vegna þess að mér var boðið að, sko, þannig er Kringlan að opna og Tom að opna Sprengisand. Og mér var boðið að við fara inn í Kringlu og ég átti að selja pítur og kjúklingabita. Þannig inn í Kvikk í Kringlunni. Á Stjörnutorgi? Á Stjörnutorgi, já. Það hét held ég þá Kvikk eða eitthvað. Já, það heita. Já, það hét. Nema það að við reiknum alltaf fram og tilbaka, ég og endurskoðandi minn og fengum alltaf út 0. Þannig að ég fór ekki þangað en ég var drullur hræddur við að þetta myndi hafa áhrif á vegna þess að Tommaborgar voru að fara þarna inn og Hard Rock var að opna eða búið að opna og það var margt að gerast. Þannig að við erum svo nálagt að ég hef svona matað þannig að hérna, ég ætti kannski bara að spá í einhvað og úr varð að ég skipti á restaurant óperu í Lækjargötu og American Style. Þannig að... Hvað var í óperu áður en þú komst? Það var bara... Já, hvað var í óperu? Það voru hvítu dúkar og hálf ónýtt eldhús og Píanó eða ekki? Jú, það var píanó. Eða var það komið hjá þér? Nei, það var píanó. Ég flutti að reynda til, sko, setti upp á pall. Það var þarna bara við innganginn. En hérna... spilaði hann hérna... Guðmundur Ingólfsson spilaði hjá mér í mörg ári. Fóru sögur af því að það þurfti að leiða hann að píanóbekknum. Það var svo drukkinn, en svo leið og hann settist að þá spilaði hann yfir. Já, nei, það var ekki svolítið. Sko. Það er sögugengu af hann. Já, hann náttúrulega fór illa með vín og hérna, en hann var náttúrulega bara algjör snillingur. Sko. Alveg ævintýralega. Já, alveg mikil mestari. En við svona, þegar ég tek við óperu, ég fekk nú ekki alveg réttar veltu tölur sölu og svona. Þannig að ég var eiginlega komin út í djúpulöðina og þá var bara að synda og ég hérna var svona að leita leiðum, hvað var hægt að gera Varðandi það, hvað heldur þú voru margir í sæti þarna? Það voru 60 sæti. Og þú ert rekasvolítið stað sem er opinn öll kvöld? Já, opinn öll daga. Og ekki hádeginu? Jú, hádeginu líka. Og það er ekki alveg, hérna, gengur ekki alveg nógu vel. Hvað er það alvarlegt mál? Hvað getur þú siglt svona skipi mikið í strand ef það er ekki að virka? Já, þá getur þú siglt í bara algjörlega í strand, sko. Þú getur tapað óheyrilegum peningum. Já. Og hérna, og maður gerir það í byrjun. Það var bara svoleiðis, sko.
En ég var svo heppinn að það reyndar tók mig tæpt ár að snúa þessu við. Ég 10-faldaði veltuna, 12-faldaði hana á einu ári. Já, ég man svolítið eftir þessu stað. Þetta var svona staður sem að sumir staðir verða þannig að þetta eru matsölustaður en þetta er svona skemmtistaður. Þannig að þegar fólk er umvel að fara út að skemmta sér. Akkurat. En það vil svo til að það fer á veitingastað. Já, það voru ég kom með svona ýmsar breytingar sem að ég tók nú þjónan úr hvítu skyrtunum og tók hvítu dúkana af vegna þess að þegar komu útlendingar upp og sáu hvítu dúkuna og hlupuður út. Og ég lækkaði verð og þú veist, bauð upp á ódýra valkosti, þú gast alltaf fengið súpu dagsins og hún kostaði bara eitthvað pínulítið. Það var bara einhver aspasúpa eða sveppasúpa eða eitthvað svona. Og svo komum við náttúrulega með steinastekina sem að sló algjörlega í gegn. Og það var nú svolítið fyndið, svo ég stal þeirri hugmynd í Luxemburg, sko. Ég fór sem sagt einn til Luxemburgar. Staðurinn var í Hotel Intercontinental, hét Stone Steakhouse. Og ég fór þangað með myndavél framan á mér og blokk og sagðist vera frá Morgunblaðinu og ætlaði að skrifa grein þá. Og fékk að skoða allt. Og þetta er náttúrulega ekki skadað þá neitt, sko, en mér nýttist þetta vel. Og steinastek er þannig að það er steinn sem er hitaður það er steinn sem er og fólk eldar það sjálft. Já, hann er hitaður í 400 gráður eða svona 450 gráður og svo svona granítsteinn og svo sem sagt setur þú steikina á og hún steikist bara fyrir framæði meðan þú ert að borða hana. Ég kann eina sögu af þessu að ég var að borða með konu og við erum bara að borða og ég var ekki að borða steinastek, ég með það. Og á næsta borð koma svona hjón, ég fór eldri við þá, alltaf kannski svona miðjum fertugsaldri. Og kallinn kemur með vodka og kók af barnum og sest svona niður og talar alveg linnulaust. Maður fær svona tilfinningunni að hún eigi ammali, en samt er hann alveg, lætur dæluna ganga, tala hvað versturinn í vinnunni hans er leiðilegur og bara eins leið. Svo frekar erfiðu maður, augljóslega. Og hann er svo mikið að segja þegar þjónninn kemur að taka pöntun, að þá er hann ekkert búinn að pæla í þessu. Hún bara velur sér einhverja steik á disk. Og hann segir, já, byrju, ég veit ekkert hvað með hverju mælur og þá segir þjónninn, ég mæli með svona steinastek. Það er langvinsast í okkur. Já, ég fæ það bara og svo heldur hann áfram að tala hvað allir eru vitlausir í heiminum fyrir greikonuna. Svo komið þau með matinn og hún fær sinn mat og hann fær steinastekina og horfir á sig, hvað er þetta? Og þá segir þetta er steinastek, en þetta er hrátt. Já, það er svona hugmyndir að þú svona, á ég elda, segir hann. Og þjónninn svona bara líðast í burtu, svo reykur bara út úr þessu vandræðum. Þannig hann tekur svona stekinn og segir, þú verður elda þetta og réttir konunum þetta. Og meðan hún er að elda matinn fyrir hann, að þá var hann svona nart í matinn hennar. Þannig að þegar hann skipti síðan aftur, þá var voða lítið eftir að dystum hennar. Þetta var, sá ég veit ekki alltaf. Já, það var ímsar upp og komið. En þetta var skemmtilegt, sko. Þetta var, og við vorum heppin að við náðum að gera þetta vinsælt, að það var svona 4 til 6 vikur fram í tíman var uppbókað helgar, föstudag, laugardag og sunnudag, sko klukkan 6, klukkan 8 og klukkan 10. Við gátum alltaf fært fólki, sko, þeir sem voru komið fyrst, við gátum fært það upp á barinn uppi. Gátum fengið desertinn þar eða drykk eða eitthvað. Og var lítið bara frammi eða ekki? Já, lítið bara frammi. Það sem þú getur geymt fólki í smástund. Akkurat. Svona það þvolir kannski 27 mínútur. Já. Það verður pirrað. Akkurat. En þetta var skemmtilega og svo var alltaf lifandi músík og þetta var bara vinsælsti staður í bænum. Það var bara þannig. Og gekk vel. Gekk mjög vel. En af hverju er þetta ekki ennþá? Já, ég seldi og það tók einhver ræðri við. Þannig að það var bara... Og svo brann. Já. Já, þetta er á horninu á Austurstræti og Lækjargötu. Já. Í húsi sem að núna var bætt við einni hæð. Akkurat. Þetta var á annar hæð. Já.
Það sem hafði verið áður held ég eitthvað svona gallerí þarna. Já, Knútur Brún var hann með myndagallerí og svo var hann á hinu horninu þar sem ég opnaði Kaffi Strætó og síðar Víva Strætó þegar ég breytti Kaffi Strætó úr hollensku pannukúkuhúsi yfir í mexikanskan. Veitu hvaða hinu horni? Það er á horninu sem sagt á þessu húsi og sömu hæð nefnum bara endinn sem vísar út af klukkunni. Var það ekki eitthvað svona bar? Já, sko, fyrst opnuðum við breyttum því síðan eða þegar Valur komið inn aftur, það var því breytt í Rómans. En ég tók þetta var sko matstofa lærðaskóla, sem sagt, þarna fyrir ansi mörgum árum, sko. Hét Mensa. Og ég tók þetta á leigu og opnaði þarna, sem sagt, svona bar og pönnukökuhús, hollensk pönnukökuhús. Við varum með hollenska pönnukökur og bar og þetta var þegar bjórinn var að byrja. Og síðan voru þessar hollensku pönnukökur ekki nú vinsalar, þó að væru góðar og sumum fannst það bara... Ég veit ekki eins og hvað það er, sko, hvað eru hollensku? Ég veit hvað eru belgískar vöflur. Já, hvað eru hollenska pönnukökur? Í Hollandi eru veitingahús sem selja bara pönnukökur. Þetta eru svona matarpönnukökur og desertpönnukökur. Það getur verið með, segjum bara, skinku og ananas eða bacon og eitthvað og sveppi og ost og svo ertu með aðra sem er kannski bara bananar og karamellusósa með rjóma og það eru svona þykkari, já, það eru þykkari en kreps. Þykkari og með miklu meiri fyllingu. Já, það eru þannig og bara mjög vinsælt. En svo breytti ég þessum stað í Víva Strætó og gerði mexikanskan. Og hann var bara nokkuð vinsæll og þannig að en hann var rekinn þarna bara á sömu hæðinni með svona sama miðju eldhúsið, en svo vorum við með sér eldhús þarna bara inn á barnum. Þú sagði það var síðan steinasteikurnar í Luxemburg, en svona eins og mexikanska staðir og svona, er þetta kópera það sem man sérðu í útlöndum? Ég held að maður geti fundið tomma borgara í lobbyinu og hóteli í New York. Já. Og ég held að maður geti líka fundið sko kaffibrennsluna í New York. Já, Tommy fann ömmu Lú held ég í New York og einmitt þarna, einmitt skal ég segja þér búlluna, eitthvað svoleiðis sko. Já. Með hænsnanetinu og tilboðaldarinnar og allt þessu. Já. Og nei ég sko, Yfirleitt fæ ég bara svona hugmyndir skilur þú veist og maður sér eitthvað á ferðalögum og svona og það kveikir hugmyndir. Ég yfirleitt ekki apa svona alfarið eftir einhverju kóper að einhvern svona stað. Ég yfirleitt svona, yfirleitt hef ég svona mótað þetta svona meira bara sé kannski einhvað lítið hérna og þarna eins og ég sá bara í Amsterdam þegar við opnum Kaffi Strætó sko það var svona þá tókuður sko jarðnettur heilar og þau voru með það í sekkjum og svo voru svona öskubakkar á borðunum og fólki svona tók utan hísmið, svo gengu þjónarnir á milli og hendu á gólfið. Og þetta gerðum við þarna á Kaffi Strætó. Og þetta var svona partur eitthvað sem ég sá sem sagt, og svo keypti ég á Kaffi Strætó, keypti í Hollandi djúbox og sjó og kannski ekki svo flamberingin. Já, akkurat, eitthvað svona. Það er sem að sko veitingastaður á að vera, þetta á að vera gaman. Fólk á að sko á að hitta hvert annað og þetta á að vera svona, þetta er sko maður manns gaman, það er bara það. Og annar heimur. Og annar, já, og akkurat og það var voða mikið af svona alls konar tækjum sem ég keypti svona gömul, það var svona wrestling einhver sko til þess að svona mæla hvað þú gast verið sterkur og hvað þú varst fullur og svona eitthvað þú veist og hitt og þetta svona dót sko. Þetta var bara mjög skemmtilegu staður sko en hann var svona eiginlega oflítill með að við hvað þurfti að staffi. Hvað er það? Er einhver regla á því hvað veitingastað þarf að vera stór? Ef það eru bara 40 sæti eða þá... Já, það fer svolítið bara eftir í hvað hann er sko. Nei, það ætti ekkert að vera neð regla á því. Ef þú getur selti bara þeim er dýrara, ef þú ert með ofsalega fá sæti og bara getur og ert með einhvern klassa mat eins og bara þráin er að gera henni upp á Laugavegi, skilurðu, þú veist, eitthvað
En þá ertu bara með eina vakt og Já, loka á já. sunnudum og mánudum. Akkurat, eitthvað svo sko. Já, já. En það er svona annað... Það er bara annað konsept og öðruvísi og hérna, þannig að, en það er svona eins og með þennan stað, það þurfti sko dýravörð, eða dýraverði jável, og svo þurfti ákveðið magna fólki á barinn og þetta var bara svona, og hann var of lítill, vegna þess að þessi dýravörður og þetta fólk, það hefði getað annað miklu fleirum, það komast bara ekki fleiri inn. Þannig að það var svona tappinn í því sko. Og var þetta svona... var þetta mexikansku staður eða svona mexikansku síndibitastaður? Já, byrjaði sem hollenskt, nei, þetta var mexikansku staður, bara við vorum með burrito og taco og ensilada og alls konar skemmtilegt og svona mexikosalat og gringoborgara sem við köllum, bara svona hamborgari á mexikanska vísu sko og það var bara mjög, bara fínasti matur sko. En hann var á lítill staðurinn? Já, þannig lagað, já. Hann var lítill, en hún var breytt í Café Romans í framhaldi. Já. Sem að var svona framhaldið af Já, óperu. það var svona, framhaldið óperu svolítið. Reyna að halda kúnunum Akkurat. inni. Já. En hvað er svo? Síðan fór ég fyrir hotni bara, opnaði Berlín og Písa í Austurstrætinu. Ásamt 3 öðrum mönnum og hérna og ég var svona veitingamæður þar, rak það og Að selja hvað? Já, Berlín var stæðsti bjórsölustaður landinu á þeim tíma, við vorum með Pripps bjór og Þá er þetta eiginlega bara skemmtistaður, þetta er ekki... já, það var skemmtistaður, það var bara svona algjörð diskotek sko. Og en Písa var aftur á móti svona ítalskur með pizzur, eldbakaða pizzur og pasta og Hvar var hann? hann var það sem það inn í sundinu Já, þar sem að Selkerinn sem var á að sinn byrjaði tíma sem eitthvað svona haggisborgarastöður. já, og ég byrjaði sem ég man ekki hvað var þarna fyrst hvort það var einhver pulsustæður og síðan kom svo var hérna sko, Það var setið þess að mjög mjóum gangi. já, mjór eftir öllu gangur sundinu. sko, svona, já, Og svo samhliða svona, já. sundinu og svo var staðurinn sko fyrir innan og það var innangengt sko niður í kjallaran, niður í Café Rosenberg sko, Já, sem var í kjallaranum á Nýja bíó já, og hérna og þeir voru með þetta sko, Jón og Haukur Hjaltabræðurnir, þeir voru með Sælkerannana og ég held að Jón var líka með Rosenberg sem matsölustaðna niður undir Nýja bíó. sem að síðar var svona hálfgjör næturklúbb. Já, akkurat. Akkurat. En þetta var svona ýmislegt sem að var í þessu rými þarna, sem að var þessi langi gangur. Já, já. Með minnir eða svo að við... Sælkeri var þarna einu sinni og svo var einhver staður þarna sem að Jón og Haukur Hjaltarák og þeir voru þarna með, ég man ekki hvað hann hét, en þeir voru með franskar kartöflur sem voru búna til eiginlega kartöflumús og það var sett í svona sérstaklega krókettur. vél og svo var bara pressað niður svona þetta. Þetta var til víða, þetta er svona kartöflur gæti maður fengi svona ef maður var að borða og hamborgarastöðum, bensínstöð. Hérna ekki Nessi þessi staður, ég held það. Nessi, já, Nessi. það er nefnilega held ég að byrja sem haggisborgarar fyrst og sem það er getur mjög verið. furðulegt að einhver ætla að fara að selja haggis Já. á Íslandi. Það Já, er eiginlega- þetta er og ekki beint hamborgaralegt. Nei. Nei, ég held að það heiti Nessi og svo breyttu því yfir í Sælkeran og hérna já, og Svo Písa og svo Písa hélt þetta áfram. og já, Má ég segja reyna sögu af þessu, ég man ekki alveg hvaða staður þetta var en ég man að ég fór þarna og að því það var hérna kálfalifur á matselum já, sem að mér fannst vera herramarsmatur já, og ég fór þarna og var bara einn, hafði bara verið eitthvað svangunir í bæ og hvað að fá mér hérna kálfalifur já, og sitt þarna og það er engin inni, ég er eini þannig ég panta þetta og það er bara farið fram og ég er bara að bíða eftir lifurinni minni og þá koma svona kallar inn sem að er í svona ríkfrökkum og líta svolítið út þess að vinna í tollinum eða Já, eitthvað slags. Labba svona inn með einhverja möppu og fara þarna inn í eldhús já, og koma svo út og ég bara er að bíða eftir lifurinni
og þá koma hérna 2 svona flutningakallar með svona ólar sig og fara inn í eldhús og koma svo labbandi út með eldavél. Já, já. Ha. Já. Og ég hugsa fyrir þetta ekki... Það var að gera lögtak. Já, það var að gera lögtak. Það var að gera. Þannig ég kalla á stúlkuna sem afgreiða sér hvað með lifurinn og óta með seldavélina. Það er eini við björgum þessu ykkar ágjör á því. Já. Og svo býði ég í smástundleikur að þá koma sjúkraflutningamenn og labbin í eldhús. Koma svo labbandi út með kokkin. Nei! Og þá hafði einhver lagt kokkahúna ofan á magan á honum. Þannig ég sá að þetta var kokkurinn sem var að fara út. Já, hérna. Og þá kallaði ég á stúlkuna og sagði, ég fæ ekkert lifurinn af það. Nei. Þá hafði það bara fengið fyrir hjarta þegar þau tóku af honum endavélina. Já, hérna. En ég man ekki hvað staðurinn hér. Nei, ég man ekki eftir þessu, en það var ofta vesinanda, sko. Já. En þarna unnu hjá mér góði menn, Geiri Sæm var að vinna þarna hjá mér og Skúli Hansen og margir góði kokkar, sko. Já. En hérna... Stjörnukokkur Skúli Hansen? Já, hann var það. Hafði mikil áhrif, eða ekki? Mjög mikil áhrif. Já. Og hérna, hann var náttúrulega frægur þegar hann var á Holtinu, sko, og var að auglýsa smjörið. Og hérna... Já, alveg einna hann var á þeim tíma var hann svona aðalkokkurinn í bænum. Já, og opnaði svo hann Arnarhól, hérna ekki? Jú. Sem var alveg eðalveitingastæður. Geiri var að lærði hjá honum þar, sko. Já. Geiri, sálega, hann, blessi minninga hans, hann vann hjá mér líka á óperu lengi. En Skúli og fleiri, þeir eru svona, hann dró hérna inn til landsins svona Cousin Nouvelle frá Frakklandi og þetta eru svona fine dining. Akkurat. Þú ert ekki alveg þar, þú ert svona frá skemmtistaðnum. Ég var ekki, sko, ópera var meira svona, við skulum kalla það, þú fékkst bara góða mat og nóg á honum, sko. Við vorum ekki í svona, í fróðunni, eins og talaðum núna, sko. Og þú ekki verið hrifin af því, eða? Það var bara ekki stíllinn á þessu stað. Við vildum bara hafa bara vel út í látið og bara allir fengið nóg. Ég spyr bara því eins og að þessi svona fine dining hefur þróað svolítið út í að vera svolítið skrítin, hérna, þú veist, það er ekki eins og þessi voða gaman, fjölskyldan saman að borða og njóta góðs mat, þetta er ekki alveg þannig. Þú fær bara eitthvað eitt listaverk, mjög sparlega á diskinn, og átt að dásta hérna höfundunum. Það var einu sinni, ég var á sýningu, ég stofnaði nú heildsölu sem heitir Selgerðardreifing og er ennþá í gangi. Og ég var á sýningu út í Chicago og þarna voru ágætis vinir okkar með mér. Og ég bauðum út að borða. Þetta voru strákarnir frá Innes og Hagup og eitthvað svona. Ég bauðum á Charlie Trotters sem var svona heitasti kokkurinn í Boston. Nei, í Chicago, það var í Chicago. Og hérna, Völnu Snær, hérna kokkur, hann lærði hjá honum, Völli. Nema það að það var rosalega, þetta var Michelin-staður, sko, og við öll fórum hann fyrst á baran, gin og tónik, það var ekki afgreitt gin og tónik, það var bara kokteilar og svo bara rautt eða hvít. Þannig að við fórum borðan uppi og auglýsingateiknari minn var með mér sem var svolítið vínmaður, sko. Vínseðlum var svo rosalegur að hérna, og dýr, að við eiginlega vorum í vandræðum bara, sko. Það reyna að finna eitthvað drekkandi á þess að kosta alveg augun úr, sko. Nema það var inn í einhverju svona herbyggi bara eins og hér og þetta var allt svona einhverju stofur og það sat eitthvað fólk með rosalega stóra mikil vínglus og dýr og mikil vín og kvísluð allir, sko, bara svona óðalega þrúandi eitthvað. Nema það voru myndir alla veggi af Charlie Trotters og fjölskyldin og svona. Nema ég hnippi svona í þjónin og segi, can I take a picture? Og hann segi, já, please. Þannig að ég stóð upp og tók eina mynd af veggnum. Og það trillti salurinn. Og það var svo miklu meira skemmtilegt eftir, skilur við vegna, það var svo létt yfir öllum. Það fór allir að tala saman og þú veist, og skála og bara, þú veist, en áður en ég gerði þetta, þá voru allir bara svona hvísluð. En þetta var einmitt triksið með óperu,
og þau sögðu mér að margir, Ingvar Karlsson hérna, K. Karlssoni og Börkur í Glóbus. Þetta voru menn sem voru alltaf með útlýtinga í miðri viku, sem sagt kuna, sem sagt í heimsókn til Íslands og þeir mættu bara vikulega til mín og þeim fannst það svo æðislegt vegna þess að þeir þurfti ekki að hvísla. Þeir bara, það gátt allir tala saman. Þeir fóru úr jökkunum og það var svo afslappað. Og það var það sem að gerði óperu af óperu. Að mínum að því. Þannig nema ég sem var það var svona margir litlir hlutir, skilur þú veist, það er samsetningin á matselunum, ekki vera með þetta eitthvað svona í einhverjum smáskamta lækningum, sko, heldur bara mat og bara hafa hann í lagi og bara góðu vín og hafa þetta bara góðu verði, að sé alltaf einhver líka, ef þú villist þarna inn að þú getur þá fengið súpu á 300 kall, sko, þú veist, bara svona, þú veist. En hvað gerðið þú þarna? Ég var þjónn og í eldhúsinu og bara í öllu. Öll kvöld? Já, nánast öll kvöld. Það er bara þannig í þessum bransa, ef þú ert ekki á svæðinu, sko. Þá getur glimt þessu bara. Já, ég menna ef kötturinn ekki á svæðinu og dansa mísnar líka, sko. Og það á sérstaklega við veitingahús? Já, það er þannig. Þú nefndir þetta staði sem hefur verið seldir. Er það ekki oft þannig að þegar veitingastæði ganga kaupum sölum að það sé erfitt fyrir þann sem að kaupir að viðhalda þeim? Af því að er það út af því að hann sé tengdur þeim sem að bjóta til? Nei, það er ekkit algilt, sko. Það er náttúrulega bara menn eru mismunandi góðir í að reka veitingastæði og halda þeim gangandi, skilur. Það er bara staðreynd. Og ég hef bara verið mjög heppinn með það. Mér hefur bara gengið ágætlega. Ég er búin að vera með Nings núna í 32 ár og í fyrra voru 40 ár síðan American Style opnaði. Þeir reynda voru á lokunum, þessum stað. En þó hann sé náttúrulega ekki alveg eins og þegar ég opnaði, eða við einar. Já, þetta er bara, ég meina, ég skilaði óperu af mér alveg í blúsandi siglingu, sko, vinsælt. En hvað lifðu þú lengi eftir? Það voru nokkur ár. Já, það voru nokkur mörg ár. Er einhverjir staðir hann að... Við getum farið eftir Písa og Berlín og þá var það gott í gogginu på Laugavegi. Já. Í sama húsi og Kjötbús Péturs og Kjötvarslun Tómasar. Já, í kjallaranum? Nei, ég var upp í við hliðina. Það var gengið upp 3 tröppur. Þarna byrjaði ég með Subs og ég keypti þarna stað sem hét El Pancho, sem var mexikanskur og breytti honum í gott í gogginn og hvað er þetta? Er þetta pínulítið rými? Já, þetta er pínulítið rými. Einu sinni var sem ég sakna mest sem hefur verið þarna var maður sem að bjó til butter chicken, samkvæmt uppskrift mömmu sínar og fátt annað. Ok. Með það er mjög góð matur. Nú held ég að sé verið að selja hambúrgara í þessu rými. Það getur verið. Og lappar upp 3 tröppur og já. En ég var þarna með svona, þetta var bara svona, ég var með svona franskar bakettur sem ég fyllti og burrito og svona eitthvað og saltfiskur og vinsælt, það var bara svona. Og fyrst var þetta að selja bara út? Já. Það var ekkert pláss að vera? Jú, það gátu 4-5 verið inni, sko. Og vorum með lasagne alltaf eitthvað svona sem við hitum bara í örbylgju og þetta var bara vinsælt, bara mjög vinsælt. Og síðan, já, svo kaupi ég þarna, þetta er 94, svo kaupi ég Nings sem var þá upp á Suðurlandsbraut, eitt lítill staður, ekki einu sinni klósett fyrir gesti. Tveir stólar frá mig? Já, það voru 3 bekkir, minnum mig, og standborð og ég kaupi það 95. Af Nings? Nei, þá ég kaupi, sko, Ning og Kolbeinn Bjarnason, blessu minning hans, hann er látinn, að þeir stofna Ning saman 91. Og 91, já, líklega 91, nei, líklega 92, já. Æja, nema að þeir eru búin að splitta og Ning er komið niður til Portugal og er búin að opna Nings í Portugal. Og það gekk ekki sérstaklega vel hjá hann þar, þannig að ég hringdi í hann og spurði bara hvort hann vildi ekki bara koma og vinna fyrir mig.
sem hann gerði, kom og var hjá mér bara og ennþá. Það í auglýsingur. Já, hann fær borga fyrir að heita Ning. Það bara svolítið, sko. Já, það er svo kannski ekki frætt. Já. Já, hann er bara við hæsta heilsublasöður og hann er ennþá að gera bíl, hann er orðinn, sko, hann er fæddur 38. Hann er orðinn 88. Já. Og bara hefur það bara gott og gengur vel, sko. Þannig að já, og svo... En þú ert ekki á staðnum á þessu stöðum? Þú sagði að maður yrði að vera á staðnum? Já, strákarnir mér eru það, sko. Þetta er svona öðruvísi líka. Þetta er ekki alltaf svona fine dining, sko. Þetta er svolítið annað system, sko. En Þannig mokað út mat alveg? Já, bara sem betur fyrir þá hefur verið bara mjög gott að gera nýs og gengið bara vel. En það var alveg komið, sko, eftir hrun, við erum búin að eins og aðri veitingastæðir að glíma við launakostnað og ýmislítið þeimtur sem bara allt og hár. Nú, ætli ekki að starfsfólkið hafi það fínt? Jú, en það er ekki okkur að gera, þú veist, þetta er bara... Þú verður að borga fólkinu laun? Við borgum því samkvæmt kjarasamningum, já. Til þess að það er ekki eins og fólk sé að lifa ykkur stórkostlegu lífi, það er ekki alltaf bara reglífar í drykkjónum. Nei, ég bara segja það eru... Þetta er fólk bara sem hefur pröfað að leigja í Reykjavík, það er bara... Ég er að leigja, ég er að leigja undir mína veitingastæði, sko. Já, það er dýrt. Það er mjög dýrt. Já, það er dýrt að lifa. Já, það er mjög dýrt að lifa. En ég er að segja það samt sem áður, að launakostnaður á tíðanbili, allt og hár. Ég er ekki að segja að sko launþeginn hafi ekki þurftan og hafi ekki þurft meira. Ég er ekki að segja það. En málið, sko, það er líka... Það sem þú lærið þegar þú varst í þjónunum að 1/3 í húsnæði, 1/3 í laun og 1/3 í annað. Nei, 1/3 í hráefni, 1/3 í laun og 1/3 í annað. Fyrir ekki að húsnæði. En sko, launakostnaður í veitingabransanum, nei, þetta er orðið svolítið brenglað, vegna þess að launakostnaður er ofta tíum bara 60%, sko. Og svo þetta með hráefniskostnaður bara 30%. Og húsnæði upp á 120. Húsnæði upp á 20, 30, eða eitthvað. Þannig þú farin á hausinn. Þess vegna eru veitingastæðir að fara á hausinn. Menn er ekki, ég veit ekki nokkurn mann sem hefur gert það leik að fara á hausinn. Sko. Nei. En húsnæðiskostnaður hefur líka hækkað mikið? Hann hefur hækkað mikið, já. Sérstaklega náttúrulega íbúðarhúsnæði. Við erum kannski með lengri leigusamninga og svona, sko. Þannig að mann finnst það svona niður í bæ þegar maður sér staði fara og þá veltir maður fyrir sig hvort það hafi verið, sko, leigan. Það geta verið margir þættir. Þetta spilar allt saman. Þetta er bara, þú veist, það er leigan, ég meina, sko, orkukostnaður hefur hækkað gríðarlega og rafskostnaður, flutningskostnaður, þetta er allt saman, sko, það er, sko, okkur vantar samkeppni á svo mörgum sviðum. Þetta er allt svo, sko, það er svo mikil, það vantar það svo, þetta er svo, sko, skipafélög, olíufélög, allt þetta, sko, það er ekki samkeppni, því miður. Það er þessi vantar. Þannig að þú upplifir að sé verið það svona... Já, það kostar okkur bara tiltelmis eins og að hækka verð á veitingahúsum eins og nýs. Það er bara heilmikið prósess, það kostar fullt af peningum. Maður reyna að halda í sér í lengstu lög að fara út í að hækka. Já, það er bara... Brettar í að matsela það? Bæði það, já. Það er aðeins skána núna eftir að þú veist, menn eru komið með skjái og svo leiðis, sko. En áður fór þetta, þú veist, þetta þurfti að prenta ykkur skilti og hitt og þetta. Og kannast við að stundur sagt Ísland að Íslandi sé kannski það sem er allstaða dýrt, er ekkert svo dýrt hlutfallslega, en það sem er ódýrt er miklu dýrara á Íslandi. Stundum, þú kannast við þetta, að þú getur keypt einhverja svona munaður á Íslandi sem er kannski bara svipuð verið annars staðar, en það sem allstaðar er eiginlega ódýrt er bara dýrt. Stundum veltum við fyrir hvort að þetta er líka við veitingastæðin að svona pizza getur verið bara alveg fáralega dýr. Já, mér finnst stundum pizza vera svolítið, já, svona miðað við hráefniskostnaði, sko. Það er oft verið að bera saman, sko, þú veist, mér finnst ekki alveg verið að bera saman réttu hlutina, sko, eins og til dæmis segjum bránings. Þú ert að fá, sko, 500 gram af mat og hrísgrjón
rétturinn samastendur á því. Og það eru þá 250-300 gram af úrbennuðu kjöti í því, sko. Þú veist, það er mjög dýrt hráefni. Þannig að ég held að fólk, og svo er það að bera saman með pizzu sem er bara hveiti og vatn og tómatsósa, og ostur, sem getur verið dýr. En mér finnst til dæmis sumir hamborgarastæði frekar dýrir. Þetta mér finnst að komið svolítið svona miðað við hvað, ég veit alveg hvað hráefni hamborgar kostar, sko. Mér finnst það frekar dýrt. Vegna þess að það er ekki nema sko 90-120 grama kjöti í þessu og það er hakk. En það er einhver erfiðleika, kannski svona ívið færri túristar eða eitthvað. Mér finnst ég verið að sjá svona staði verið að loka sem að maður svo klóra sér aðeins í kollinum yfir. Já. Áttast ekki alveg að hvað gerist. Nei, við erum sko megnið af okkar kúnum og nýings eru íslendingar. Þannig að hérna... Er það betri í kúnahópur? Traustari? Já, hann allavega fer ekki heim til sín, sko. Hann býr hérna. Og hérna, en auðvitað fá við útlendingar líka. Svona, mismunandi eftir stöðum. Það er ekki háður því? Fá hann kannski meira útlendingum eins og hérna á Suðurlandsbraut heldur en upp í Stórhöfða, sko. Eða við skulum segja ferðamönnum, þannig að koma útlendingar sem búa hérna, fullt af þeim. Herðu, þú fluttir norður í land, Eyjafjörð og Svarfaðardal. Akkurat. Og fórst að rækta, hvað er þetta að rækta? Ég er að rækta svona eitt og annað. Ég er að rækta jarðaber og bróber. Sem ég get keypt út í búðu það? Já, hún getur keypt það í búðun okkar. Við erum eiginlega, það er það mikið að gera hjá okkur að við erum eiginlega ekki að selja nefnum öðrum heldur en bara fólki sem kemur og verslar. Þetta er ekki beint frá bíli, þetta er bara á bílinu. Þetta er beint frá bíli. Beint á bíli. Þetta fer ekki frá bílinu. Jú, með kúnarnu þegar hann búin að borga. Sko. Já, og svo erum við með sólberjakur, við erum með stærsta sólberjakur í landinu sem er rúmar hektari á sólberjum. Og hvað gerir við sólberjum? Við erum að selja þau inn á veitingastæði og nótum sjálf, búum til sultur og gerum eitt og annað úr þeim en seljum síðan öðrum. Þeir eru að nota þetta Norður og Akureyri og hérna á Grand Hotel og nokkri kúnnar. Og rækta meira? Já, þetta náttúrulega, nei, ég þarf ekki að bæta við, sko. Er þetta ekki með varst þú að gera tilraunir með hérna blóðberg og eitthvað leysa það? Nei, ég hef ekki verið að gera tilraunir með blóðberg. En við hefum verið að gera tilraunir með alls konar hluti, sko, en við erum að rækta líka salat og greiðjurtir og alls konar út í rækta grænmeti, kál og kartöflur. Akkur varst það rækta ber? Ég veit það ekki. Það var bara svona þetta átti að vera sumarbústaður, sko. En svo var þetta allt í einu bara svona hálfgerð þrælabúðir, sko. En skemmtilegar, sko. Þetta er svona, þú veist, það var eitt gróðurhúsað niðurníslu þegar við komum, nú eru 7 og við erum með þarna verslun og þennan sólberjakur og við erum með bleikju í tjörnum og hænur fyrir egg og vorum með endur, við erum ekki með það lengur. Ekki bara til að borða það sjálf? Já, endurnar, bara að borða það sjálf, sko. Og við seljum reyndir eggin í búðinni. Þannig að... Þetta er svolítið líkt þér að sumarbústaðurinn verður svona? Já, þetta þróaðist einhvern veginn. En þú ert ekki bóndi eða akkur ertu að... Jó, ég er svona einhvers... Nei, ég meina þú varst ekki hérna áður fyrr. Nei, ég var reynda fór í sveit 6 ára gamall, sko. Og vestur á firði, en var alin upp, ég var öll sumir í sveit, sko. En bara blundaði eitthvað í mér, það er náttúrulega bændur það er í blóðinu, afa mínur og ömmur voru bændur Þannig að mér finnst bara eindislegt að vera út í sveit í náttúrunni og yrkja í jörðina, sko. Þannig að, jú. En það voru fleiri veitingastæðir. Ég keypti tongs á Langholtsvegi og til þess að fá uppskriftina drekasósunni. Og svo breyti ég því í Tex-Mex, með annan mexikanskan. Svo tók ég ask á Suðurlandsbraut og breyti honum í brassir í ask.
En hann hefur átt svo mörg tímabil að ég geti ekki muna hvernig þú varst með hann. Já, það er ansi nokkuð langt síðan, sko. Það er eftir að Guðmundur Valtýsson, ég kaupi af honum. Hann hættir. Ég man ekki alveg hvað árið þetta er. Það er nokkuð mörg ár síðan, sko. Svo seldi ég hann. En hann er ekki Jaskur til en þá? Jú, og heitir ennþá Brassir Jaskur, eins og ég breytti honum, sko. Þannig að hérna... Það er hérna á Suðurlandsbrautinni, eða þarna? Já. Var áður niður á Laugavegi? Já, var... Þannig að Askur sé ekki að verða bara 70. Hann byrjaði efst á Suðurlandsbrautinni, þar sem að BOL var. Já. Og svo opnuðu þeir þegar Haukur Hjalta og hann hérna... Hvað hétt hann nú sem mikill valsmaður? Að þeir opnuðu hann á Suðurlandsbrautinni þar sem að, nei á Laugaveginum hérna þar sem að, Laugavegi 28 líka. já það ekki, hérna þar sem að hérna Shanghai var síðan, eða ekki, ég held að já. Og já, en svo Askur er örgulega 50 ára eða með það. Já, allavega það. Guðmundur Valtýsson, hann áttan þarna þegar hann var þarna ofar á Suðurlandsbraut og hann fluttan þarna niður til. Og ég kaupi sérna honum og breyti honum í Brassir Jask. Þannig að, já, svo er ég með veitingastað í... Varst þú ekki með hlaðborð í handinu? Jú, hlaðborð í hátinu og steikaborð melgar. Svona kallarstaður svolítið. Svona kallar saman í hátinu og borða Já, kallar og konur. Já, það var bara fullt að gera. Við jukum veltuna og náðum að selja. Þannig að svo er ég með veitingastað á Völlum í Gamall Hlöður sem er bara svona fyrir að hópa. Bara... Þannig að maður rennir ekkert við þar? Nei, ekki nefn að vera búið að panta fyrirfram. Og það er komið 30 manns til þess að fá... Helst, já. Já, ég gerir nú stundum undantekningar en svona. Við erum að reyna að stefna því. Og ertu þá með svona sami boði? Maður kemur bara og fær... Já, það er svona, þá er... Við höfum verið að keyra, við erum svona charcuterie, það er svona, við köllum það bara, já, bara svona brótaði besta. Og það er svona allt sem við erum að gera. Við erum með reykta og grafna gæs, við erum með reykta og grafna bleikju, við erum með hérna ber, vínber og jarðaber og eitthvað sem við erum að rækta, skilur. Við erum með reykta osta, við erum með sultur frá okkur, sinnef sem við búum til, alls konar svona bara fallega bakka. Og er það fyrir túristana eða er það fyrir svona... Já, þetta er bara fyrir þá sem að panta og koma helst 30 saman. Og svo hefur við verið með svona eða grill, já, eða þannig, við grilla lambalæri, purusteg og bleikju og svo meðlæti, þú veist, salat og kartöflur og byggsalat. Hver eldar? Ég eldar. Ég eldar. Allt sem er framleitt í búðinni ger ég. Það er að segja, þú veist, við erum að gera allar þessar sult, við erum að reykja, við erum að pikla alls konar, við erum að mjólkursýra, það er alls konar framleiðsla. Hvaða mjólkursýrur? Grænmeti. Það er að segja, þú sýrir það bara með 2,5% salti, pækli, og lefur því að súrna við stofuvita og þetta er svona svipuð aðferð og súrkál og kimchi og... Ég held að væri með eitthvað eins og var hérna... Misu? Já. Nei. Það hljómaði. Þetta kallar lactofermented. Já. Sem er bara eins og súragúrkur. Já, sko, þú getur sýrt þær á tvenna vegu, annarkvort með ediki eða svona. Eða svona. Þetta er svona náttúrulega leið. Ég er líka... Ömmund var í Póllandi að gera það svona. Já. Allt þetta ferði í þessar búðir út í Póllandi og Ungarlandi út allt. Það sem kemur að heilu svona sessjónum, borðunum, það sem bara þvílíkt úrvala grænmeti. Það er allt svona sýrt, sko. Og er mikill munur á því hvað kemur út úr þessu eftir hvernig þetta er gert? Já, það er munur á því að sýra það svona eða sýra það. Þú fær miklu meira af svona hollum bakteríum í þarmaflóruna þessu, sko. Þetta er svona frá þeim tíma þegar við borðuðum matinn með bakteríunum. Áður en við verðum paranoid og reyndum að eyða þeim út matnum. Og það er svo núna, sko, nú er allt úrbeinað og svo kaupir fólk kollagen í dós, sko. Í staðinn fyrir að sjóða beinin, sko.
með fiskurinn og svona, að það myndi skipta miklu máli að elda beinið með. Já, algjörlega. Mér finnst pabbi minn, hann nú orðinn fullorðinn maður, en hann alltaf að reyna að kaupa ísuna og þverskera hana, skilurðu. Já, þú Já, og hún finnst nú miklu hefur séð hana út í fiskbúrslunni? Nei, það bara, hann þarf að sérplanta það, sko. Þannig að hún finnst nú miklu betri ef hún soðin á beininu. Já, og það til ákveðin svona rök fyrir því, ég veit ekki hvað það eru mikla rannsóknir á bakvið það, að þetta skiptir miklu máli fyrir heilsuna. Já. Og eiginlega einfaldasta leiðin til þess að skilja þetta var að einhver orðaði þannig að við borðuðum matinn svona í árþúsundir. Akkurat. Hvað heldur að gera okkur að hætta því allt í einu? Já, akkurat. Það er að sjáu hvað þetta er mikil breyting. Ja, þú nefndir áðan, og svolítið skemmtilegt, þú nefndir kálfalifur. Já. En það var einmitt einu sinni þá tókum við þá settum við upp matseðlunings sem var sem sagt danski kúrin. Eða, þá þetta vikta sko matinn, þú ætlar að borða 100 grömm af kjöti og 300 grömm af grænmeti, minni mig. Nema það að það var uppálagt í danska kúrnum að borða lifur einu sinni í viku. Og ég sem sagt vildi fá kálfalifur. Og þá var henni allir hent. Já, kálfalifur allir hent. Já, það var þannig. Þetta þykir besti matur? Já, ég veit það. En ferðan einhvers staðar í búð? Nei. Það að því henni hent. Allavega, ég fór að reyna að fá kálfalifur og fékk hann hjá B. Jensen á Akureyri. En hann var vannar að hendinni, en fyrst að vildi einhver kaupa hana, þá þurfti hann að kosta hann til 700 krónur kílóið, sko. En svo var það svo merkilegt að ég þurfti að svona berjast fyrir því innan míns fyrirtækis að fá að setja lifur á matseðilinn. En viti menn að af þessum réttum, danska kúrnum þarna, þá var lifurinn langvinsælust. Af því að maður fær hann svo sjaldan. Það er akkurat. Það er sumt sem er þannig að leið og maður sér það og veit ekki að staða og kaupir maður það. Akkurat. Einu sinni var saltfiskur þannig hjá mér. Núna er saltfiskur eiginlega hverjum einasta seðli. Þannig að það hefur ekki svona árið og hafði. Það var svona tímabili, nei, saltfiskur. Akkurat. Nei, lifur það. En það er talað að við borðum allt og lítið af innmat, sko. Við þurfum að borða meira á hann. Mér finnst það að þegar ég var út í Frakklandi þegar það var síld, þá fekk ég með hana. Þeir bara eru svo miklu betri að búa til síld þetta við. Við erum bara ekki góði í að búa til síld. Hún er allt og sæt, sko. Alveg. Hún er dottið frá því að vera fiskur yfir í að verða eitthvað svona hlaup. Ég keypti hérna einu sinni þrotabú íslenskra matvæla í Vestmannaeyjum. Fluttaði upp á land. Það var stærsti síldaframleiðandi á Íslandi þá og í reyktu laxi og því öllum. Og mér blöskraði rauninni þegar ég sá uppskriftirnar af síldinni. Þetta er bara sko rosalegu sykur. En ég aftur á móti, ég er búinn að læra sem sagt, hvernig Rússarnir gera þetta og Austurblokkin. Það er engin sykur. Það er bara rosalega snið aðferð. Þú tekur fiskinn, eins og til dæmis makríl. Ég hef aðeins verið að súsa hann. Þú tekur hann, leggur hann í salt í 1 sólarhring. Síðan skólar saltið af. Leggur hann í edik í 1 sólarhring. Svo tekur hann upp úr edikinu, setur hann í það ílat sem hann ætlar að hafa hann í og hellir olíu yfir þannig að það komast ekki til loft að. Þá ertu búin þá er hann tilbúin. Og þetta er alveg eðal matur. Þá verkar hann sér sjálfur. Það verkar sér náttúrulega saltið, svo kemur edikið og meiri sé í makrílnum að edikið það leysir upp beinin, fínu beinin sem er í matnum, það er ekkert elta þau. Já, þau eru bara mjúk. Og mér finnst þetta alveg rosalega gott, svona, sko, þetta er svona súrt, aðeins súrt, en engin sykur, 0 sykur. En svona varðandi þannig að við nota raunverulega svona gerlana inn í fisknum til þess að umbreyta holdinu þannig að þú getur borðað þetta rátt. Þetta er líka rátt. Og þessi aðferð er miklu minna til núna, til dæmis sko, saltfiskurinn sem við borðum núna er yfirleitt bara saltaður fiskur. Hann er ekki það sem að væri hægt að kalla saltfiskur. Það sem að var saltað utan á, eða svona brennt ytrabyrðið til þess að fiskurinn gæti svona verka sér sjálfur undir því.
og þá er alveg komið það þetta bragð mismunandi, sko, sem að maður fær ekki lengur í saltfisknum, sko. Já, það var nú lengi vel maður á Dalvík sem var að verka fyrir okkur sólþurrkan saltfisk. Við vorum að selja hann þarna í búðin okkar á völlum. Og hérna, ég er að vona að ég fái núna í sumar frá Mjóafirði svona verkaðan saltfisk. Hann er í verkun núna. Hvernig myndur lýsa muninum á svona verkuðum fiski og hérna þessum? Já, hann er svona gulur og þéttari, sko, og svo er maður helst að leita eftir, sko, stórum fiski, þannig getur flett honum eins og bók, sko. Þannig að já, þetta verður svona miklu bragðmeiri og skemmtilegri fiskur. Algjörlega, sko. En já. Það eru margar svona matarhefðir sem að við förum ekkert sérstaklega vel með. Það er alveg rétt. Og bara að gera reyna að halda í þær. Við erum alltaf að reyna að halda í hefðirnar, sko, þarna í sveitinni, sko. En það er nú kannski ekki hefð fyrir því að rækta vínber. Nei, það er bara svona til þess að punta, sko. Ég er nú bara með 2 vínberaplöntur, sko, en já, svo erum við kirsuber. Þau eru rosalega, ég er búin að uppskera meira sem núna. Já, þau eru komin. Þau eru komin. Nó. En koma til með að koma áfram, sko. Þegar ég var í Frakklandi og kirsuberi komið fyrst, maður var glaður. Já, barnabörnin voru voðaglöð þegar við komum í bæinn, alveg drekklæðina kirsuberum. Þetta er náttúrulega ævintýralega gott fyrir því. Já, rosalega gott. Sérstaklega ef maður borðar það með það í sísón og neyta sér það hinn hluta ásins. En ef þú ert alltaf að borða þetta flutt kannski frá Chile eða Ástralíu eða eitthvað þar, að þá náttúrulega eyðileggur svolítið. Það sama eins og með laxinn og svona. Laxinn þegar maður fekk hann bara á voru. Í minningunni er það svo ævintýralega miklu betri fiskur sem maður er að borða hérna dagstæðlega. Sem maður getur verið að borða allt árið. Já, akkurat. Herðu Bjarni, gaman að fá þig hérna í Bæjarheimsum. Takk, sömuleiðis. Spjalla bara hitt og þetta, eða ekki? Já. Herðu, kæra þakkir. Sömuleiðis, takk. Og allir við segjum þetta að segja ekki bara lokinn á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem að hinga komið og Ásdísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að vera að hlusta og horfa og við breytt þessu spjalli okkar í fjölmunum. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifundur. Það er fólk sem að telur að það sé mikilvægt og jafnvel gott fyrir lýðræðið og samfélagið að halda samstöðunni gangandi sem er svona fyrirbrigði sem er nú ekki beint svona á markaði. Við erum ekki kerð áfram auglýsingum og það er ekki eitthvað ríku kall sem á þetta. Heldur er þetta fjölmiðl og umræðu vettvangur í eigu áhorfenda og áheyrenda. Ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er nappi sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2750 krónur sem mér er sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið, það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við látum það gott heita í kvöld, svo sjáumst við aftur hér annað kvöld með rauðaborðinu klukkan 8.